Já, góða kvöldið. Velkomin í Rauðan raunveruleika ungra sósíalista. Ég er hérna með Sönnu Magdalenu, borgarfulltrúa okkar sósíalistana í borginni og ætla aðeins að spjalla hana hvernig pólitísk þáttaka hennar hefur verið og reynslan hennar að henni. Hvað segir Sanna, hvernig kom það eiginlega til að þú fórst inn í borgarstjórn? Hvar byrjaði þetta ævintýri hjá þér? Já, ég vissi svona varla hvað fór fram í ráðhúsinu þegar ég var yngri. Ég fylgdist í rauninni ekkert með því að borgarstjórnarfundum eða neinu þannig. Það var í nóvember 2016 að þá svona ákvað ég að skrifa status á Facebook eða pistil og var lengi búin að vera að hugsa um það að mér langaði að skrifa bara mína reynslu af fátækt, hvernig ég skynjaði þetta sem barn, að alast upp hjá einstæðri móður sem að hafi verið að vinna á leikskóla og í aukastarfi við skúringar og svona einhvern veginn hvernig samt þó að hún hefði bara verið að kaupa bara þessar helstu nauðsynjar að peningurinn bara dugði ekki og ég svona bara ákvað að láta flakka og skrifa bara mína upplifun á þessu og ég man ég skrifaði upphafið mitt bara varúð langloka og svo bara já, þetta var bara svona mjög bara hvernig ég upplifði þetta og bara mjög svona hreinskilið og ég bara svona ákvað að koma svo frá mér og svo bara út frá því að þá hefur eitthvað fólk séð þetta og ég svona fór að tala í útvarpi og hann Mikael Torfason, hann var að gera þættina fátækt fólk og fór í viðtal til hans og kom svona einhver slatta umræða í kringum þetta og ég kynnist Peppurum, samtök fólks í fátækt og þar bara fann ég algjörlega svona aðra einstaklinga sem að vita algjörlega hvernig það er að búa við fátækt og maður þarf einhvern veginn ekki, þegar maður mætir þennan hóp þá þarf maður ekki að útskýra hvernig fátæktin er og svona einhvern veginn réttlæta hvað aðstæðnar hefur verið erfiðar. Ég var bara svona komin í hóp sem algjörlega bara fattaði þetta og svo út frá því þá kynnist ég hóp af fólki sem er að stofna Sósíalistaflokk Íslands og ég er ein af þeim sem að stofna flokkinn og hann er stofnaður 1. maí 2017 og er að taka þátt í innra starfi og svo þegar kemur að borgarstjórnarkosningum að þá er ég beðin að taka sæti á lista og fyrst var ég svona ekki alveg viss með þetta og var svona eitthvað skeri eflaust, svona hoppinn í þetta trúið því en svo hvað ég bara að segja já og ég algjörlega vildi þetta og fann það alveg mjög sterkt. Hafðir eitthvað að gera þarna og vildir láta eitthvað gott að þér leiða? Já. Og hvernig er að vinna í borginni? Hvernig er að vera í borg, hvað ertu að gera svona dagstaglega, hvernig er þetta? Já, þetta er mjög skemmtilegt, þetta er líka mjög krefjandi. Dagarnir eru í rauninni aldrei eins, þetta er mjög fjölbreytt og við erum alveg með svona fasta fundi eins og til dæmis borgarstjórn. Það eru fundir sem er hægt að fylgjast með og þeir eru svona að jafnaði 1. og 3. hvern þriðjudag og þá leggjum við fram mál, annarkvort tillögur eða umræður og þá náttúrulega erum við að leggja fram einhverja tillögur sem að við leitist við að fá samþykktar og þá fer fram umræða þessi mál og það getur alveg staðið fram á kvöld, langt fram á kvöld og en svo sitjum við þá líka í ráðum og nefndum og eins og ég sitji í velferðarráði og þá er þetta lokaðir fundir og á þeim fundum að þá sitja ekki allir borgarfulltrúar inn í borgarstjórn eiga sæti allir borgarfulltrúar sem eru 23. Þannig að þetta er svona skipt eftir í rauninni svona ólíkum þeim eins og það er velferðarráð, það er menningar, íþrótt og tómstundaráð, það er skóla og frístundaráð. Þannig að borgin er alveg að sinna mjög svona mikilvægum þáttum í nær umhverfinu og maður myndi náttúrulega vilja sitja í öllum þessu ráðum og eiga sósíalista sem væri með sæti í öllum ráðunum Þannig að þetta er svona margþætt En ég myndi segja að mikilvægast að sé einmitt að vera ekki bara á fundum, heldur náttúrulega vera í bara öflugum tengslum við fólkið í borginni og bara heyra hvernig húsnæðisstefnan og hvernig láglaunastefnan og hvernig allar stefnur borgarinnar er að snerta við fólki sem er í verstu stöðunni og það er náttúrulega þetta sem að starfið snýst heyri fólki hvað þarf að bæta, hvernig getum við að bæta af því að ég er ekki eitthvað ein á skrifstofunni að
að kokka upp einhverja tillögur hvað þurfa að laga. Það alltaf fólkið sjálft sem að segir og talar hvað þarf og hvernig hlutinir eru og svona algjörlega. En hvernig það ef þessi ráð eru skipuð þegar það ný stjórn að taka við? En það ekki þá úthlutað svona stöðum í þessi ráð eins og gert á Alþingi? Já. Og eru þá stefnumál til dæmis sósíalistaflokksins, eru þau það koma þeim fram í velferðarnefnd eða hvar sem það væri með einn sósíalista? Hefur þú alvöru völd þar til að hafa áhrif á aðgerðir borgarinnar? Í rauninni þá eins og velferðarráð, það þá ofta svona 2 í mánuði sem að við fundum og þá getum við lagt fram okkar mál. Það í rauninni aldrei einhver svona stefna eða eitthvað þannig sem á við í ráðinu. En svo þegar tillögur koma fram að þá svona reynum við náttúrulega að hafa svona móta, þú veist, hvað verður þær og við erum svona ofta að rökræða og segja bara nei, þú veist, þetta á að vera samþykkt út af þessu og svona færa rök fyrir okkar máli. Þú getur eitt að samfara fólk. En eins og Alþingi, ef að stjórnarandstöðuflokkur leggur fram eitthvað mál og þau fá að gera það og svo eiga þau að forgangsraða frumvörpum sem þau leggja fram og svo dagskrá þingsins gefin út og það bara nokkur mál sem eru tekin fyrir, þeir ná alls ekki að klára listan. Þannig að ef þú leggur fram sem frumvarp eða hvað sem það myndi kallast í borginni? Tillögu, já. Að fer hún einhvers staðar mjög neðarlega bara á einhvern lista af forgangsröðun þannig að það geti gerst að það sé bara aldrei tekið fyrir, eins og gerist stundum í þinginu. Sko oftast fyrir þetta bara mjög svona fljótt á dagskrá. Þú veist, eins og núna, eins og borgarstjórnarfundirnir sem eru þessir opnu fundir sem eru þarna fyrsta og hvern þriðjudag. Að þá sem sagt leggjum við í rauninni fram málin okkar föstudaga á undan og þá bara fer það alltaf á dagskrá. Já, ok. Á borgarstjórnarfundum. Það aðeins betra en þingið. Þannig að við erum ekki að ákveða fyrirfram í rauninni hvað við ætlum að leggja fram á næsta ári. Þú veist, við leggjum fram málin, en svo til að flækja þetta aðeins meir að þá kannski leggja fram mál inn í einhverju ráði og það getur síðan tekið mjög langan tíma að afgreiða það mál út af, ég veit ekki hverju. Þú veist, það getur kannski farið í umsagnaferli og svo því kannski vísað áfram eitthvað lengra, að það kannski verið að segja já, þessi þarf að veita umsögn og við þurfum aðeins að hugsa þetta eitthvað svoleiðis. Það klassíska situr í nefnd. Okay. Þannig það erfiðara á þessum lokuðum fundum þar sem að við leggjum fram tillögur. Þær eru settar á dagskrá. Það ekkert eitthvað að vera að fresta þeim eitthvað svoleiðis. En það getur verið erfiðara að fá afgreiðslu á þeim tillögum. En í borgarstjórn að þá eru þær afgreiddar. En við viljum að sjálfsögðu alltaf að þær séu þá bornar upp til afgreiðslu. Já eða nei. En stundum þeim vísað þá inn í eitthvað ráð eins og velferðarráð og til frekari vinnslu. Það getur verið jákvætt ef það þarf aðeins að vinna betur með tillöguna eða eitthvað svoleiðis, en stundum það neikvætt ef það verið að vísa áfram og svo kannski ekkert mikið gert með tillöguna. Akkurat, ég skil. Já, það hljómar kannski dálítið flókið, þetta alveg svona. Þetta gerir það ég veit ekki mikið borgarmálin, þannig að þetta nýtt fyrir mér og eflaust mörgum. En hvernig fannst þér þú varst að byrja og þessi nýja borgarstjórn tók við? Hvernig leist þér á stefnuna þeirra og hvernig fannst þér þau vera að vinna að þeim málum sem þau settu á broddinn? Varstu sammála því sem þau voru að gera? Var eitthvað sem virkilega stakk í þig þessar fyrstu vikur? Sko eins og núna eru 8 flokkar í borgarstjórn og þeir flokkar sem að mynda meirihluta eru Viðreisn, Píratar, VG og Samfylking. Og áður en ég byrjaði þá hélt ég að þetta væri þannig að við myndum leggja fram mál og þeir borgarfulltrúar sem væri sammála myndi styðja tillögu. Þannig ef ég kem kannski með tillögu gjaldfrjálsan grunnskóla, að það ekki eitthvað fyrir skólamáltíðir, að þá væri þetta eitthvað málefni sem að VG myndi algjörlega vilja styðja, af því að það stendur í stefnu þeirra. En út af því að bara sem dæmi VG tilheyrir þessu meirihluta, að þá upplifi ég svo oft að meirihlutin sé að kjósa sem ein blokk. Þannig þó þetta sé 4 ólíkir flokkar, að þá kjósa þau oft bara rosalega oft eins og eru þá búin að ákveða bara já,
við ætlum ekki að samþykkja þessa tillögu gjaldfrjálsar skólamáltíðir af því það stendur ekki í meirihluta sáttmálanum okkar. Já, þeir eru búin að gera eitthvað svona stjórnarsáttmála og kjósendur þá eru ekki í rauninni að fá fram það sem þau kusu Þannig, það er meirihlutinn heldur saman og er með þá stefnu sem að þau byggu til. Og þeir eru náttúrulega komin með Viðreisn inn í eitthvað svona samstarf að þessi meirihluta sáttmáli, hann var í rauninni bara einhverju svona brauðmálar til fátæks fólks og það er náttúrulega sem að við vorum að leggja áherslu á er að þörfum hérna verst settu yrði mætt sem að borgin hefur ekki verið að gera. Hún er alltaf að skilja fólk eftir í húsnæðiseklu og fátækt fólk er skilið eftir og það er verið að senda innheimtu fyrirtæki fyrir reikninga og þetta er bara valdir gríðarlegu álagi og ég geti haldið áfram og þannig að þegar við skoðum innan meirihlutasáttmála þá sjáum við að þetta eru flokkar sem að er ekki að mæta veruleika þessa fólks. Þú veist, það er ekki talað það er eins og þau haldi kannski bara einhverju svona status quo, lítil hreyfing, hlutinir halda áfram bara nokkuð veginn eins og þeir hafa verið að ganga og húsnæðismarkaðurinn verður verri og þessi vandamál bara hlaðast upp. Já. Þó við séum með Pírata og Vinstri græna. Þú veist, það eru nefndir svona þættir eins og kannski til að, þú veist, eins og talaðu aðgerðaáætlun gegn sárafátækt, en ekki svona við ætlum að útrýma fátækt, þú veist, af hverju höfum við það ekki að markmiða að fátækt sé bara ekki í Reykjavíkurborg, þú veist. Það er vel hægt akkurat með alla þá peninga sem við eigum og hvað við erum ríkin á Íslandi. Það er eiginlega bara sorglegt einmitt. Sérstaklega með Pírata og Vinstri græna og Samfylkinguna sem er alltaf vera frekar félagshyggju flokkar og það er skrítið að það skulle ekkert vera gert. Og hver voru þá svona helstu áherslumálin þín þegar þú komst fyrst inn? Þú vilt fara í risa svona verkefni að bara eyða allri fátækt og húsnæðismál, gjaldfrjálst í grunnskólum, öllu skólakerfinu, gjaldfrjáls matur í skólakerfinu. Er ég að gleyma ykkur? Það er náttúrulega líka burt með útvistun. Eins og við sjáum til dæmis bara slæmar afleiðingar útvistunar að Strætó BS, það er í eigu sveitafélagana á höfuðborgarsvæðinu. Það þýðir sem sagt að Reykjavíkurborg er eitt þeirra sveitafélaga sem á Strætó. Og það sem að Strætó hefur ákveðið að gera er að það er með vagnstjóra, ræði til sín vagnstjóra og þeir eru á launum og það hefur ákveðið að útvista hluta af starfseminni og núna er í kringum 50% sem hefur sem sagt verið útvistað og það sem að gerist með því er að verktakar sinna þá akstursþjónustunni og þeir eru þá í rauninni á lægri launum en þeir bílstjórar sem eru fastráðnir til Strætó. Og þetta er náttúrulega ekki hægt, þú veist, það er ekkert að vera með eitthvað svona opinbert fyrirtæki þar sem að kjör vagnstjóra eru bara undir viðmiðum borgarinnar eða það sem á að teljast ásættanlegt. Ekki það sömu og þetta er náttúrulega á ábyrgð sveitafélagana, þú veist, við sjáum þessar afleiðingar útvistunar hafa þessi áhrif á starfsfólk og þetta er eitthvað sem að opinbert fyrirtæki ætti náttúrulega ekki að vera að leiða einhvern veginn þessa þróun. Þetta er eins og eitthvað svona skítafix eða eitthvað loophole sem að vera að gera til þess að útgjöldin í Strætó hækki ekki, að það sé ekki dýrara að reka Strætó. Bara það eru að reyna náttúrulega að lækka sinn kostnað en á kostnað þá launafólks sem að þarf þá að greiða fyrir þetta. Og sérstaklega lágstéttana sem að þurfa eitthvað mest á þess að halda ef þið ekki efna bíl eða eitthvað svoleiðis. Er ekki Strætó búin að hækka núna líka alveg gríðarlega? Jú. Og það er stjórn Samfylkingarinnar og Vinstri grænna já. Og það er náttúrulega hin sveitafélögin sem að líka koma þá að stjórn Strætó og þessar byggðarsamlega og það er kannski líka bara önnur umræða hvort að það sé eitthvað besta fyrirkomulagið. En þú veist, við hefum ekki verið að gera þetta og vera með þessa stefnu og við sjáum líka til dæmis eins og gjaldtaka á þjónustu við börn eins og núna var verið að hækka árskort fyrir ungmenni í Strætó 12 til 17 ára að það var sem sagt 25.000 og verið að leggja til að það fari upp í 40.000 á ári. Wow. Það er sem sagt þessi aukning. Þannig að líka bara þessi gjaldtaka sem að er á börnum, að náttúrulega börn hafa ekki tekjur, þannig að af hverju eru að rukkaði fyrir þjónustu, þú veist, það er tölum við gjaldfrjáls á grunnskóla, þú veist, það kostar að borða í skólanum, það kostar að fara á frístundaheimili, það kostar að æfa, það er bara þessi kostnaður er út allt og við hefum náttúrulega verið að setja áhersluna á það að fá inn kostnaðinn
frá fólkinu sem ekki að greiða til sveitarfélaga og það ríka fólkið sem greiðir ekki útsvar af sínum fjármagnstekjum. Og þetta ekki eitthvað sem við getum samþykkt beint í borginni. Þetta þarf að koma með lögum frá Alþingi og þess vegna hefur við sósíalistar lagt til að Reykjavíkurborg leiti til hinna sveitarfélagana með það markmiði að bara krefjast þess að þetta verði gert, að útsvar verði lagt á, alveg eins og er gert með launatekjur. Ég meina, við greiðum allir samfélagsins nema ríka fólkið. Þetta lágmark að ættu að vera að borga hlutfallslega jafn mikið í skatt. Og mér finnst oft eins og að þau koma oft með eitthvað svona teknilega útlistun á af hverju við getum ekki gert þetta og hitt og af hverju strætó að verða svona dýr. En þá akkurat bara ef við værum með útsvar á þetta hjá ríka fólkinu, þá ættum við efni á þessu. Þannig að bara skýt með allar þessar teknilega ástæður sem þú ert að segja mér. Það er bara að þau vilja ekki borga meiri pening. Og það er bara, er það ekki svolítið þannig? Það bara liggur hundurinn grafinn. Sko það var samþykkt að vinna áfram með tillögu okkar sósíalista að skoða útsvar á fjármagnstekjur. En svo einhvern veginn veit ég ekki hvað er að frétta af þeirri tillögu. Þannig það er líka eitt og það er stundum samþykkt að vinna áfram með tillöguna. En svo bara svona er eins og þetta týnist eitthvað í kerfinu. Og þetta við þurfum að fá svona frá þinginu líka. Þannig að það situr líka þar. Já, það er svolítið flókið. Hverju væri þínur hugmyndir að tekla strætó og velferðarmál segir fyrir börnin í skólum og svona? Væri þetta helst á blottinum að þau borgi útsvar og þá hafi borgin meiri tekjur til þess að borga hendur svona? Og líka bara að allt starfsfólk sé fast ráðið hjá fyrirtækinu. Þú veist, að ef þú ert að vinna fyrir fyrirtæki, að þú sért ekki að upplifa það sko að næsti maður við hliðina þér sé að vinna fyrir að sé að fá hærri laun og þurfa að vinna í styttri tíma. Þú veist, það er ekki alveg sanngjarnt sko. Það er svona útlistun. Þessi útvistun. Þannig að allt starfsfólk bara fast ráðið hjá strætó og svo náttúrulega gjaldfrjáls þjónusta og það er eitthvað sem væri líka þetta að skoða varðandi almenningssamgöngur, að sé allavega ekki vera að rukka börn fyrir þessa þjónustu og líka því það er svo mikið verið að tala einhvern veginn að þurfum að hafa græna samgöngur og þú veist að það er náttúrulega ekki gott að vera að keyra út allt og við viljum náttúrulega græna borg, þannig að þetta fer líka gegn þessu markmiðum að vera einhvern veginn að hvetja fólk til þess að nota almenningssamgöngur og nota strætó að það kostar svona mikið, þannig að 120 skall með 3 börn og það er ekki eins og að taka inn þið sjálfan sem foreldri eða eitthvað 2 sem foreldra og það er alveg grillað maður skilur ekki hvernig þetta er orðið svona undir stjórn Samfylkingar, Pírata, Vinstri grænna og svo Viðreisn þarna inni maður veit ekki hvað maður á að hugsa og já. En með Pírata og Vinstri græna, eru þau ekkert að tala þetta núna? Með strætó, er engar raddir þar innanum sem eru í uppnámi yfir þessu? Ég hef ekki tekið eftir því, sko. Það ekki? Ég hef ekki tekið eftir því. Nei, ég veit ekki alveg. Mér finnst það mjög svekkjandi. Maður þekkir aðeins til fólks í Píratum og eitthvað í Vinstri græna. Maður myndi halda að þau var alveg í bara fúla flem, redda lört að redda þessu. Skrítið. Herru, þakka að kærlega fyrir þetta Sanna. Maður hefur mikið að læra og ég óska þér góðs gengis og mun standa með þér í framtíðarmálum. Takk fyrir komuna í kvöld og við sjáumst næst í Rauðum raunveruleika næsta mánudag.